Taktíkin unnin í samstarfi við Nesbræður EHF og líkamsræktina Bjarg. Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Umræðefnið í þessum þætti verður líkamsímynd, venjur, heildræn nálgun á þjálfun og margt fleira. Hingað til mín í setti ég komið með hana Guðrúnu Arngrímsdóttur, engaþjálfara til 10 ára, kennara, jógaþjálfara, örugglega margt fleira. Guðrún, velkomin. Takk fyrir. Byrjaðu að segja okkur aðeins bara frá svona þínum bakgrunni í þjálfun. Hvenær byrjar að þjálfa? Ég byrja að þjálfa 2010 þegar ég útskrifast frá Kili sem IAK engaþjálfari. Og já, þá byrja bara einhvern veginn ferillinn og hef verið bara svona í því meir og minna síðustu 10 árin. En þú voru alltaf verið í einhverjum íþróttum? Já, bara ólst upp í alls konar íþróttum, fótbolta, þolfimi, íshokkí, dansi, bara eins og virkur krakki gerir og fer svo bara meira út í líkamsrækt þegar ég eldist og út frá því einhvern veginn þá bara atvikaðist að ég ákvaða að fara í engaþjálfaranám þegar ég var búin að vera alltaf mikið í ræktinni. Var eitthvað svona ákveðin vendipunktur þá sem að þú svona, nú dembi ég mér út í þjálfun? Nei, í raunin ekki. Ég held það eiginlega gerðist bara. Ég einhvern veginn, ég var bara búin að vera ótrúlega mikið á þessum stað, bara að lyfta og vera í þessu umhverfi. Svo sé ég bara auglýst þetta nám og örugglega eins og svo margt annað sem ég geri. Ég bara ákvaða að dempa mér í það. En svo eitt einmitt bara að vera að hreyfa sig, lyfta, það svo margt, líkamsrækt svo fjölþætt og þú hefur svona í einhvernum árum verið að bæta svolítið í svona þitt vopnabúr, við talað það, í þjálfun. Algjörlega og þetta byrjaði í rauninni bara á engaþjálfuninni og svo einmitt týni maður inn alls konar réttindi og sem maður er búin að sækja sér námskeið. Ég fór í jógakennaranám 2016 og byrjaði þá að kenna jóga og svo er ég líka búin að sækja mér þá háskólagráður í sem sagt, því sem við kemur svona heilbrigði og næringu og bara andlega hlutanum. Þannig að ég kom með svolítið svona gott safn af fræðum held ég í bakpokan. En svo í raun ferðu í þarna nám í jákvæðri sálfræði og þá í raun kannski nærða að binda þetta svolítið saman. Algjörlega. Ég sem sagt vissi örugglega bara aldrei hvað ég ætla að vera þegar ég yrði stór. Og var bara að þjálfa, gott og vel, samt svona einhvern veginn, alltaf einhvern veginn leitandi. Og búin að sækja mér einmitt, ég sótti mig kennsluréttindi. Ég reyndar upphaflega tók ég BA-gráðu í ítölsku með sálfræði sem aukagrein, þannig að þetta er alls konar. Svo tók ég kennsluréttindi sem hafa nýst mér í dag. Tek þarna heilbrigði og heilsu uppeldi í háskólanum og enda þarna á svona MA-diplóm í jákvæðri sálfræði sem að einhvern veginn þá, eins og þú segir, þá kom þetta allt heim og saman. Þá fann ég svona vettvanginn sem ég vil vera á og þar sem ég get svona tvinna saman líkamlega og andlega þáttinn bara í því sem við kemur bara velíðan. Ef þú segir okkur aðeins meira frá þessu, hvernig þú svona tekur þennan andlega þátt og þessa jákvæða sálfræði inn í þína þjálfun, hvernig nærða innvinkla þetta? Jákvæð sálfræði er í rauninni það svona fræðigrein sem snýst að því að skoða hvernig við blómstrum sem einstaklingar. Hvað gera einstaklingar sem að bara ná árangri eða eru að blómstra og það er hægt að taka alls konar nálganir þar sem að ég geri og tek frá jákvæðu sálfræðinni er að við séum alltaf að fara í áttina að einhverju góðu, að við séum að efla það sem er jákvætt í staðinn fyrir sem að forðast það sem sé neikvætt, þá viljum við efla og í þessu tilviki þá bara góða heilsueflandi hegðun og hvort sem það er þá í líkamlegri virkni eða á andlega sviðinu. Og það er náttúrulega nátengt því að vinna með sína líkamsímynd. Algjörlega. Af því að við getum verið að fara í gegnum hlutina hugsunarlaust. Við getum gert og gott og vel. Ef okkur líður vel þá bara flott og hreyfum okkur bara. Ef allt er í góðu. En svo það er ekkert allir þar. Við erum oft að hreyfa okkur og stefna að einhverju sem er kannski ekki okkar.
sem að kannski hefur bara með einhverja ytri hlut að gera og þá þurfum við einhvern veginn að, þá þarf að kikka inn þessar aðferðir sem við notum til þess að bæta þessa innri ímynd okkar og það hvernig sjáum okkur og það snýst svolítið bara að gangast við sjálfum sér og svona eins og maður þó það hljómi klísukent sko, þá þurfum við bara alltaf að gera það. Já. Við setjum okkur oft þessi markmið að skammtíma markmið, ég ætla að koma mér í kjólinn fyrir jólinn eða form fyrir eitthvað ákveði, ég ætla að skaga mig kílóin eða vera í sundlauga forminu en kannski tæklum ekki hausinn okkar með því eða undan, kannski ætlumst til þess að þegar ég komin í gott form, já þá hlýt ég að komast líka í gott andlegt ástand. Algjörlega og við höfum örgulega flest verið þar að setja okkur einmitt eitthvað markmið komast ángað en svo líður okkur bara jafn illa ef maður má komast svo orði og þá fylgdi hugurinn ekki með það segir okkur náttúrulega við þurfum að tækla hugan og það er frábært að setja þessi markmið við megum setja okkur hvaða markmið sem ég má alveg setja mig markmið að missa einhver kíló ég þarf bara að vita af hverju ég ætla að gera það af hverju, hvað mitt af hverju er það af því að ég held að ég eigi að gera það, er það út til eitthvað annað segir mér að gera það, er það út til að samfélagi segir mér að gera það, eða er það af því að ég veit að þegar það gerist að þá á mér eftir að líða betur bara í liðunum, mér eftir að líða betur bara svona almennt, ég eftir að geta gert fleiri hluti og bara finnum okkar af hverju, ég held að það sé megin punkturinn af því að ég held ég aldrei farið á ströndina með sixpack sko, ég hef alltaf skemmt mér vel, þú veist að það er ekki, þú veist, þetta þarf ekki að fara saman sko. Nei. En svo er það líka mitt þegar við kannski lendum í því að við náum einhverju markmiði og síðan tökum við einhverja niðursveiflu hvort sem að þetta kemur allir baka eða við kannski förum í eitthvað annað form þar á eftir, það þarf ekki endilega að vera líka neitt form samt sem áður, að hausinn okkur sé tilbúin að tækla það að við bara sveiflumst. Algjörlega og þetta er mjög góð punktur, ég held við þurfum svolítið öll að vera meðvituð um það hvort sem það einmitt í líkamlega formi eða útlistengdu eða getu að það er alltaf ógeðslega erfitt einmitt þegar maður á einhvern stað, bara hvort sem það eftir meiðsli eða bara aðstæður lífinu eru einhvern veginn, tala nú ekki eftir að hafa átt börn, að hausinn einmitt alltaf svolítið framar en kannski líkaminn að þá, þú veist, einmitt, þetta sveiflukent og við þurfum bara að leyfa okkur að gangi í gegnum það. Gefa okkur leyfi til þess að þetta er ekki bara alltaf eitthvað línulegt bara aðstæður lífinu breytast ég kannski að vinna ótrúlega mikið og þá get ég ekki ætlast til þess að ég þoli það að vera kannski að æfa á 200% eða að mataraði sé bara einmitt alveg tipp-topp þegar ég að sinna kannski fullt af fólki í kringum mig og vinnu og öllum þessum verkefni sem við höfum öll þannig að getum við tekið kannski mið af því sem við erum að gera hverju sinni og raða svo í kringum það. Þetta einmitt pressa sem við erum mjög duglega að setja okkur oft við náttúrulega vorum einhver tíma á þeim stað sem við áttum ekki börn og þá við meiri tíma til þess að æfa svo erum við með í símónum og samfélagsmiðlunum afreksíþróttafólk sem er að æfa marga klukkutíma á dag og við erum að bera okkur saman við það sem þau eru að gera en við í raun getum aldrei með okkur við neitt nema okkur sjálf. Nei, við getum aldrei, þú veist, það er bara þá þyrftu allar forsendur bara ef við vorum að miða okkur tvö saman, það ertu allar forsendur að vera það sömu og einmitt að miða okkur við aðra er bara ósanngjarnt, bæði gagnvart öðrum og okkur því að við kannski miða mig við einhverja mannesku sem er bara á ótrúlega góðum stað í sínu, segjum bara þessi íþróttamanneskja, hún er á ótrúlega flottum stað og hún er bara búin að vinna ótrúlega mikið fyrir því og ég veit ekkert, það sem ég sé hjá henni, ég veit ekkert hvað er að baki því og ég miða svona minn raunveruleika og segjum hann sé bara svolítið kaldur núna og súr og þú veist, ég get ekki verið alveg full í öllu, rosalega vont að miða sig við einhvern og því þú sér bara það sem er að gerast, það sem birtist þér. Já. Þannig að við erum alltaf að miða okkar raunveruleika við eitthvað svona sem við sjáum hjá öðrum, en við sjáum ekki strögglið hjá hinum. Þannig að það er ósanngjarnt í báðar áttir. Svo er líka bara einmitt ósanngjarnt að miða sjálfan sig við þann sem að var sjálfur fyrir 10 árum, af því að það er ekkert eins. Nei.
Og við sjáum ekki þessa erfiðu tíma afreksíþrótta fólk, það gengur í gegnum sín meiðsli, já, það getur ekki leyft sér að vera út á lífinu eða hitta fjölskyldu og vini eins og maður kannski að gera, getur jafnvel ekki margir leyft sér að eignast börn á þeim tíma sem við myndum vilja. Algjörlega. Þannig að þetta er alls konar fórnir sem þarf oft að færa. Já, og í rauninni kannski bara ef við notum bara að þetta er val, þú veist, einmitt allt sem ég gerir fyrir mína heilsu er bara mitt val og ég held að einmitt sko, jú, auðvitað er fólk að fórna, en ég held að þeir sem að vilji ná árangur í einhverju, þetta er það sem þú velur. Þetta er bara svona gildislaði fyrir þig og þú gerir þetta af því að það skiptir þig máli. Þá ertu tilbúin að sleppa fullt af öðrum hlutum. En þegar að þú fær til þín, já, einstaklinga sem er að koma til þín í þjálfun, já, með einhver ákveðin markmið í huga, já, hvernig hefst þetta ferli og breytast markmiðin oft fljótt eða hvernig það? Já, það er alltaf viðtal fyrst og alltaf náttúrulega spurningin hvað vilt þú frá mér sem þjálfara og hver eru þín markmið og einmitt yfirleitt er náttúrulega markmiðin kannski það fyrsta sem fólki dettur í hug er að léttast. Við vitum það er bara allstaðar einhvern veginn yfirlýst markmið að við þurfum alltaf að léttast. Og þá náttúrulega þarf ég að spyrja af hverju viltu það? Og svo leiðum við bara samtalið áfram og ég fann að gera þetta í miklu meira mæli en þegar ég var að byrja af því að mann náttúrulega bara hefur ákveðna reynslu í farteskinu og ég leyfi mér að ganga alveg á einstaklingin. Þú veist, hvert er markmiðið þitt? Ertu tilbúin að gera það sem þarf að gera til þess að ná því? Ef svo er það já, frábært, við erum að vinna. Ef ekki, þá skulum við skoða, þú veist, hvernig getum við aðlaga þetta markmið þannig að það sé bara raunhæft. Og í rauninni bara mín vinna felst í því að aðstoða þig við að svona gera markmið þannig að þú getur náði miðað við þínar aðstæður af því að þú kannski setur þér markmið svo fyrir að skoða aðstæður í lífinu og það er bara ekki fræðilegu möguleiki að þú náir þessu miðað það sem er að gerast hjá þér en aðlögum það bara og finnum leið. Við erum eitthvað annað mikilvægara sem maður þarf að vinna í heldur en einhver kíló. Já, þá kannski komum við inn á þú veist að þá bara í rauninni er markmið einhverstar, eða þess að í rauninni bara vandamál einhverstar inni í manni og maður það kannski bara vinna með það. Og þá ef að einstaklingun er tilbúin í það, sem er ekkert alltaf af því að við vitum að það er erfitt. Það er erfið hlutin. Auðvitað er áskorun fyrir marga að mæta til þessi ræktin eða byrja að fara út að hlaupa eða byrja að hreyfa sig. Og það er svona eitt hluti, en svo þegar þú þarfst að fara að vinna með þig og þína sjálfsmynd og tölum nú ekki líkamsímynd að þá þarftu að vera tilbúin að grafa og vinna af því að það kemur ekkert ókeypis. Nei, þá er kannski bara eiginlega miklu auðveldara að bara fara að lyfta út að löpa. Þá einmitt, bara nenni ekki að hugsa um allt þetta sem ég þyrfti að gera eða fara að vinna í og fara að breyta eitthvað en ég hugsa það, þú veist, sleppum því bara. Guðrún, við skuldum smá hlé, þannig við kíkjum í auglýsingar og höldum síðan áfram eftir þær. Let's go! Við höldum áfram í taktíkinni, hún er hjá mér, hún Guðrún Arngrímsdóttir. Guðrún, þegar þú ert svona mikið að vinna með fólk, andlegu hliðina, þú ert að gefa mikið af þér og vinna því að fólk nái árangri og bæti sig, er ekkert erfitt að gleyma sjálfum sér í öllu þessu? Það er mjög auðvelt að gleyma sjálfum sér í öllu þessu og þá er það einmitt komið bara að manns eigin persónulega ábyrgð gagnvart sjálfum sér sem við þurfum öll að taka, bara alveg sama við hvað við vinnum, þá þurfum við bara að taka ábyrgð. Og jú, ég hef alveg verið á þeim stað þar sem maður bara algjörlega kláraði sig af því að maður var allan daginn að gefa. Þannig að það er alveg pínu prinsip að skilja eftir tíma fyrir sjálfan sig til þess að hlaða og það á bara við í öllum aðstæðum, alveg sama við hvað maður vinnur held ég. Þannig að þú sækir þér líka þjálfun og aðstoða því að í öllu sem þú ert að gera þá er svo mikilvægt að eiga þetta samtal og geta rætt hlutina við einhvern þannig að þú getur ekki alltaf átt það bara við sjálfan þig. Akkurat, sko í fyrsta lagi þá náttúrulega á ég bara þannig vinahóp, maður náttúrulega einhvern veginn lendir með fólki sem er svona á svipaðri bylgjulengd, þannig að á svona einmitt vinkonur og vini sem maður getur speglað allt við og átt þetta samtal við. Ég fer reglulega til sálfræðings af því að það er bara svona eitt af þessum tækjum sem ég nota til þess að geta bara pústað og viðrað og
og lært hluti og svo einmitt bara aldrei að hætta einhvern veginn að læra. Alltaf að vera við að sér einhverjum svona tækjum sem að geta nota til þess að einhvern veginn verða betri og eiga í verkfærakistunni. En verður þetta ekki samt sko þegar þú ert alltaf að tala sko jákvæða sálfræði og annað og það náttúrulega engin fullkomin, ég meina ekkit erfitt samt að leita í þó búir yfir þessari verkfærakistu, það lítur stundum að vera erfitt samt að finna réttu verkfærin. Já, algjörlega og það getur alveg komið upp þannig, sko ég hef alveg upplifað það bara eitthvað, þú veist, ég alltaf að vinna í sjálfri mér, þú veist, það þreytandi, þú veist, nú ætlum ég bara að fara og ekkert að gera það, en þá einhvern veginn, þá hætta hlutinir að vera skemmtilegir. Ég lít þannig á að bara verkfærakistan mín í dag, þú veist, ég á fullt af hlutum, svo fer það eftir aðstæðum, hvað ég þarf hverju sinni, þú veist, þarf ég að hvíla mig, hvað aðferðir nota ég til þess, þarf ég aðeins að ýta mig í æfingum, hvaða aðferðir ætla ég að nota til þess, þú veist, hvernig líður mér í líkamanum, hvernig líður mér í huganum, og þá bara tíni ég til það sem þarna. En þegar við erum að tala um þessar aðferðir og manni finnst eiginlega frekar bara bætast í aðferðirna sem standa til boða, það eru alls konar sko æfingakerfi og það eru alls konar mataræði og til þess að velja úr og maður svona á það til að týna svolítið í þessu öllu saman. Já, og það fullkomlega eðlilegt og ég skil svo innilega fólk sem að bara veit ekki í hvað fótinn það að stíga í þessu, af því að í dag kemur eitt og á morgun kemur annað og í rauninni, þú veist, það alltaf verið að selja okkur eitthvað. Það alltaf verið að selja okkur einhverja hugmynd og í rauninni langar mér bara að segja, það alltaf verið að selja okkur hugmynd en við séum ekki nógu góð. Þú veist, fáðu þetta svo þú verði betri. Þannig að það besta sem við getum tilengað okkur bara svolítið gagnrýnin hugsun, bara hvort sem það gagnvart sko, bara aðalega náttúrulega gagnvart mataræðinu og öllu sem verið að segja okkur við þurfum að gera til þess að bæta okkur. Bara gagnrýnin hugsun og kannski bara að leita okkur aðstofur hjá aðilum sem við treystum, þú veist, notum þessa aðila sem í kringum okkur, lesum okkur til hlutina og pröfum, og því að það má pröfa. Þú veist, við þurfum ekki að velja okkur einhverja eina línu og vera föst þar. Nei. Ég vel mér bara og búin að vinsa úr alls konar sem bara finna virkar fyrir mig og það heitir ekki neitt, nema bara heilbrigð skynsemi í rauninni. Já, það má alveg, við þurfum ekki að velja eitthvað eitt. Getum alveg valið okkur margt. En það virðist vera samt svo þannig að við erum svona hjarðhæðun hjá okkur að ef að einn fer á þannan kúr, þá fara allir þangað. Án þess kannski að spyrja sig af hverju. Já. Þannig að bara kannski fyrstalega einmitt, ég þori ekki að nefna neina nöfn á kúrum kannski, ég vil ekki gera upp á milli, en ok, þessi gerði þetta, já ég þarf að gera það, en af hverju? Þú veist, hefur það ekki fínt? Eitthvað sem þú þarft að breyta? Þannig komum við aftur að því að aðstæður hjá okkur eru svo mismunandi að þú veist, það einhver ákveðin kúr sem að hendar þér en hann hendar ekki þeim lífstíl sem að ég lifi, ég verð að velja mér einhverja aðra leiðir. Algjörlega og alltaf þetta, einmitt, og við vitum það eins og með kúra, þeir virka ekki og virka fyrir einhverja ákveðna hluti en megin markmið ánáttúrulega vera að í lífstíl sem að þú getur viðhaldið, sem að bæði bara þú veist, að þú sért með bara svolítið góð lífsgæði, að þú sért ekki að neita þér fullt af hlutum bara af því bara og og þetta hafi áhrif á bara félagslega hegðun og annað sem þú gerir, þú veist, það þarf að vera svigrúm til að vera bara til á allan hátt. Þá komum við kannski að því að við þurfum að skapa okkur venjur og vera líka tilbúin að brjóta aðrar venjur sem eru skaðlegri. Algjörlega og auðvitað fullt af fólki og öll þurfum við að breyta einhverju sem að ef við erum að gera hluti sem eru neikvæði fyrir heilsun okkar og þá náttúrulega aðalatriðið að færast ekki í fang og mikið, heldur bara kannski að velja bara hvað skiptir mestu máli núna, þú veist hvað, horfa kannski fyrst í framtíð, bara hvar sé ég sjálfa mig í framtíðin eftir gefum okkur 10 ár jafnvel, bara hvernig lífi vil ég lifa þá, hvernig vil ég lífsgæðin minn séu, ég byrja þá kannski bara í dag að breyta einum hlut og þá þarf ég ekkert endilega að hætta að gera eitthvað, það kannski frekar ég bæti þessu inn af því að þá minnkar þetta neikvæða. Já. Það kannski frekar að bara einmitt, tökum bara einfalt dæmi, þú veist, manneskja sem drekkur svolítið mikið gos, ef hún byrja bara að auka aðeins vatnsdrykkjuna, þá er líklegt að hitt minnki. Þú veist, ef við bætum inn góða, þá bara líklegra við minnkum þetta sem er síður gott fyrir okkur.
við verðum, það er bara svolítið svona kaldur sannleikur að þetta tekur allt tíma og þetta þarf að vera til langstíma og við þurfum bara að vera svolítið tilbúin að horfast í augu við það. Þannig í raun ef ég er að bæta fullt af venjum með mér sem er kannski gerðar á röngum forsendum, ég er að bæta þeim inn bara því að ég sé einhverja aðra að gera það, en það henda mér ekki og mér finnst þetta rosalega erfitt, þá er raun að gera það neikvætt, ég er að búa með til neikvæða venjur. Já, ég held að sé líka bara svolítið dæmt til að mistekast. Ef þú hefur ekki þetta af hverju, sem er það eitthvað svona gildi fyrir þig, bara af því að ég geri þetta af því að það skiptir mig máli út af þessu. Þú veist, ég fer og reyfi mig svo ég geti leikið við börnin eða barnabörnin. Þú veist, ef þú hefur ekki eitthvað svona, þá er ekki hvati til að fara og drífa í því. En svo held ég sé líka kannski, er ekki mikilvægt að hafa í huga að við megum svo líka öll svindla. Ég skafa mér ykkur af venjur en svo er engin fullkomin í sínu. Og sleppi því að kalla það svindla, þetta er bara lífið. Þú veist, í ferðalögum hjá minni fjölskyldu, þá má fara ís á hverjum degi. Þú veist, en bara, við kannski tölum samt að kannski það, þetta er ekki eitthvað sem við gerum allt árið, en við skulum njóta þess með að við gerum það. Bara alla daga og þú veist, þó að maður, þú veist, mér finnst heilbrigður lífstíl vera, það er ekkert bara eitthvað svona hreinlætis líf eða svona minnlæta líf, það er með öllu líka, öllu svo góða. Þú veist, ég elska rauðvín, ég elska súkkulaði, það bara, ég ger bara pláss fyrir það með að sleppa einhverju öðru sem bara skiptir mig einhver máli. Þetta er svo hættulega sko að mörg erum við búin að búa okkur til það að þegar við tökum og gerum eitthvað sem er út fyrir, við leifum okkur eitthvað, að þá fylgir því svona að þetta verður strax slæm áhrif á líkamann, ég fæ mér þennan eina ís og allt í einu er ég orðin feitur. Já, og það er bara hugafæri, sko, þá erum við búin að koma, sko, þá er þetta orðin neikvætt, þá er komið samviskubit, þannig að ef við getum bara stillt þessu þannig upp að það sé pláss fyrir þetta, þá verður þetta ekki að einhverju neikvæðu. Og manneskja sem er að taka lífstílinn hjá sér í gegn, það er alveg pláss fyrir mistök, þú veist, þó að þú fáið þig súkkulaði í hádeginu, það gerðist ekki neitt, það gerist ekkert hræðilegt. Nema þú bara heldur svo áfram. Þetta snýst allt að halda áfram með þetta góða, svo kemur eitthvað svona sem þú kannski, eitthvað sem er síðu gott, en þú veist, höldum bara áfram. En þegar við talum sko þessa heildrænu nálgunum á þjálfun, hún virkar ekkit þá í einhverja 3 mánuði eða 6 mánuði, þetta er eitthvað sem tekur miklu lengri tíma. Já, og ef við hugsum bara af því að það er hægt að skipta þessu upp í svo marga hluti, við getum verið með íþrótt og afreksþjálfun og það er bara einn hluti og það gilda bara önnur lögmál þar. Svo ef við erum að tala um bara svona almennt heilbrigði fyrir bara manneskju sem vill bara vera að hreyfa sig, næra sig vel, stunda útiveru og hitta vinina, þá þú veist, þá einhvern veginn, það eru bara önnur lögmál sem gilda þar. Þetta er bara, þú veist, hvernig lífstíl vilt þú eiga? Og hvað viltu hafa í hann og veldu bara? Þú veist, þetta er, við höfum valið. Já, en margt í boða, þannig að, einmitt. Algjörlega, og ég hugsa einmitt eins og ég sagði það, þú veist, það er bara þessi gagnrýna hugsun. Bara ekki gleypa við öllu sem verið að selja þér í dag. Þú veist, og í rauninni, við eigum ekki að þurfa að kaupa neitt að þessu. Þú veist, þetta þú veist, heilbrigður lífstíll er svo einfaldur, langar með að segja ef við tökum í burtu allt áreitið sem er verið að henda á okkur. En hjá þér er þetta mjög löng vegferð, þú hefur ekki alltaf verið með öll þessi vopn í þínu vopnabúri og þú hefur ekki alltaf verið á þessum stað. Já, hvað er svona mikilvægsta sem þú hefur sjálf tileinkað þér eða rekist á og fundist mikilvægt að innvinkla í þinn lífstíl? Já, sko, hreyfing hefur aldrei verið vandamál, það hefur alltaf verið bara eitthvað sem að fylgir. Það er kannski að í fyrsta leið, svona fyrstum sinn að þá lærði maður svolítið bara á mataræðin, heilbrigða næringu því að þú veist, þegar ég var lítil það var ekkert verið að, það var bara aðrir tímar, það var ekkert verið að spá svona mikið í þessu eins og þá, eins og núna. En jú, þú veist, það mataræði og svona kannski að temja sér góðar venjur, ég hef svona kannski gert það bara smám saman og bara af því að ég fann að mér leið vel að því. Svo kannski mikilvægastu hlutin sem ég taf mér í svona seinni tíð er bara einmitt svefnin eins og svo mikið talað það er bara svona ófrávíkjanleg regla hjá mér að ná góðum svefni. Ég er farin að sleppa æfingum á morgnana ef ég sef ekki nótt. Já. Af því að ég næ engu úr mér og verð bara þreyttari yfir daginn. Og svo líka bara að stunda eins og ég stúdera svolítið í jákvæða sálfræðinni og ég hef verið að vinna með samstarfskonu minni. Það er þessi sjálfsumhyggja og svona mildi gagnvart sjálfur sér. Af því að við erum oft okkar eigin svona verstu húsbóndar með pískin á bakinu og guð mig góður, ég hef verið þar sjálf, alveg ofboðslega hörð
og bara það að snúa einhvern veginn nálguninni gagnvart sjálfri mér, þá einhvern veginn var það allt betra. Þú veist, það kannski breytist ekkert annað, ég breytti ekki kannski því að ég væri að hreyfa mig, en ég fór að gera það annan hátt. Það er hvernig nálgumst hlutina. Þannig að jú, bara það svona hvernig ég gengst við sjálfri mér og sýni mér kannski mildi og tek tillit til aðstanna hjá mér hverju sinni, sem hefur svo sannarlega ekki komið að sjálfu sér. Það og svefnin, það er svona það mikilvægasta held ég sem að stuðla svona minni veljaði í dag. En svo þetta er svo góða punktur þetta með sko, hvernig við rífum okkur sjálf niður, því það er ekki bara það að við hlustum ekki á okkur sjálfrétt eða segjum okkur réttu hlutina, við eigum líka til að maður fær kannski í gegnum einhver dag 10 hrós en eina gagnrýni. Ég gleymi hrósunum, hlusta ekki á þau en ég hlusta á gagnrýnina sem ég fekk, og í sama skapi er maður þá fljótari líka sjálfur að gagnrýna heldur en að hrósa öðrum. Algjörlega, þetta er svo góður punktur, bara einmitt, bara við þurfum að gera þetta í báðar áttir. Og það er svo gott einmitt að temja sér að horfa á góðu kostina hjá öllum öðrum í stað, þú veist, að hætta að dæma alla, af því að þá hættir maður að dæma sjálfan sér smá saman og samaskap, ég held að þetta geti gert svona sama tíma, bara samaskap að maður bara hættir að dæma sjálfan sér fyrir alla skapaða hluti, að þá svona er maður umburðarlyndari gagnvart öðrum. Þannig að þú veist, ég held að þetta er ofsalega mikilvægt og bara á við í öllum aðstæðum. Við eigum í raun alveg nóg með okkur sjálf hvað þetta varðar að vera ekki að vera að dæma aðra líka þetta er bara óþarfa áreiti til þess að vera bæta ofan okkur hvort sem er. Nákvæmlega, við höfum bara ekkert með það að gera að vera að dæma aðra. Við vitum aldrei þó þú þekkir mannesku vel, þá veistu aldrei hvað hún er að gangi gegnum í raun og veru. Þannig að það besta sem við getum gert er að sýna bara umburðarlyndi, af því að það kostar ekki neitt og það á aldrei eftir að vera vont fyrir neitt. En svo helst þetta allt í hendur. Þegar ég hrósa mér þá er líka, ég sé ég betur kannski mína sjálfsmynd og ég sé mig kannski í réttara ljósi, ég á auðveldara með að fara og hreyfa mig og auðveldara með að fara og borða hollar, þannig að þetta helst allt í hendur. Þetta er ekki bara eitt sem að leiðir af annað, heldur er þetta allt saman einn og sami pakkin. Algjörlega, því betri tilfinningar sem ég mér gagnvart sjálfri mér einmitt og því vænna sem mér þykir mig, því líklegri er ég til þess að velja vel fyrir mig. Þú veist, þá er ég líklegri til þess að velja betri kostin í næringu, einmitt, eins og þú sagði, til þess að fara út og hreyfa mig eða fara inn og hreyfa mig. Þannig að þetta þarf alltaf að byrja hérna. Bara við okkur þarf að þykja vænt um okkur. Nú lokapunkturinn er þá bara að bera virðingu svo fyrir hvort öðru. Algjörlega, bara virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Guðrún, takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá þinni nálgun á þjálfun. Takk hérlega. Takk fyrir áhorfið, kæru áhorfendur. Við sjáumst hress í næstu viku. Taktíkin er unnin í samstarfi við Nesbræður e.h.f. og líkamsræktina Bjarg.